með Gesti Einarsinni frá Hæli. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Þá er komið að körfuknattleika venju hérna undir lok þáttar og þessu sinni erum við komið hann Viðar Örn Hafsteinsson, þjálfari Hattar á Egilsstöðum. Þeir búnir að leika 4 leiki og á toppnum fjallu úr dómnumsdeildinni fyrra, komdu heill og sæll félagi. Blessaður meistari. Hvernig hefur það? Já, bara ljómandi góður. Já, sjálfur. Er komin snjókoma hjá ykkur fyrir austan? Nei, það er búið að vera undir blíða allt veist. Já, það er ekki að spyrja því. Nákvæmlega. Herðu, svona áður en ég byrja að tala um fyrstdeildina núna í ár, já, hvernig var að mótivera menn núna fyrir þetta tímabil að fara úr úrvalsdeildinni í fyrstu deildina á nýjan leik? Já, það var nú svo sem bara svona nokkuð auðvelt sko. Við já, þeir strákar sem voru áfram, þeir voru nú bara einbeittir á að æfa vel í sumrinu og koma sterkir inn í fyrstdeildina og ég held að við hefum gert ágætlega því og maður myndi nú vel að sjá okkur kannski svona aðeins lengra að komna fengum marga mennin svona frekar sent í prísísson. Já, það lítur út fyrir að mörg fyrstdeildarlið lentu í þessu núna fyrir komandi tímabil að menn voru bara svolítið að smíða hópinn og já, æfingahópurinn náði ekki almennilega að vera saman. Nei, ég veit svo sem ekki hvað það er. Ég meina við hjá okkur, þú veist, fyrir okkar parta var þetta náttúrulega þannig að ja, við fengum nýja leikmenn í Bjartmar Halldórsson kom frá Hamri og kom hérna í byrjun september og Ragnar Gerald kom aftur til okkar eftir að fara 1 ár aftur tilbaka í Keflavík. Þannig að hann kom líka hann í byrjun september en svo náttúrulega var það bara samkomlega satrið að Mirko Stefán, hann kom ekki fyrir 27. sept og þannig að við spilum besta okkar æfinguleiki svona án hans og hann er svona lykilmaður hjá okkur í liðinu. Þannig að ég myndi að það er bara megin allt. Við náðum að ungur strákar sem að fengu þá fleiri mínútur í undirbúningnum og hafa verið að skila flottum mínútum og góður hlutverkinu í fyrstu leikjunum sko. En já, hvernig er svona stemningi núna fyrir austan fyrir körfunni? Já, hún er bara góð sko. Það sem ég er mjög ánægð með hérna, hér mæti fullt fólk á völlinn og það er svona jákvætt umhald í þorpinu, þannig að það er mjög jákvætt fyrir okkur, þannig að það kostar mikla peninga að halda út í svona starfi og það bæjarfélagi og fólkið og samfélagi séu á baku þetta, það skiptir miklu máli sko. Nú er svona mesta velendin hjá ykkur eiginlega af öllum liðum í deildinni. Hvernig lendir þið oft í því til dæmis að fólk er að reyna eins og lið frá höfuðborgarsvæðinu og nágrenni að þau vilja láta fresta leikjum og svo framvís, til dæmis hjá meistaraflokki? Nei, það hefur ekki, hefur það komið upp sko, en ég held að flest liðin í fyrstdeildinni eru með það metnað fullt starf að svo liðshópið mennska er ekki boðleg sko. Hvernig? Þetta er svolítið landsbyggðardeild, ég meina það er vestrið náttúrulega og svo við og svo er þetta náttúrulega mest alltaf á höfuðborgarsvæðinu, þannig að þetta er hellingsverðalög. En hvernig er svona eins og með yngri flokka starfseminni hjá okkur, er hún góð? Já, hún er ágætt sko, hefur verið svona nokkuð vaxandi en ég er svona staðið aðeins í stað, þú veist, núna í ár frá því fyrra sko. Við reynum bara að halda úti svona góðu starfi og sem að krakkarnir hafa áhuga að sækja í og það er svo sem við erum ekkert með eitthvað svaka fjölda en við erum með þeirra áflokka í Íslandsmóti núna og það eru svona oftast 2 árgangar saman hjá okkur í hverjum flokki. Þá kem ég kannski aftur inn á eins og með
frestun leikja og svo framvegis. Það eru mörg landsspilið og þjálfara landsspilið sem hafa verið hérna í viðtali sportáttinu sem tala oft það virðist vera svolítið erfiðara fyrir liðin að koma út á landsbyggðina heldur en landsbyggðarliðin að koma einmitt á höfuðborgarsvæðið og í nágrenni. Já, það er ekki bara því að við á landsbyggðinu erum vanari því að fara eða vönni því að fara suður og svona, þetta er bara eitthvað sem kemst í vana og menn læra það, þú veist hvernig þetta er að panta þetta allt og græja ferðir og svo leiðis, menn verða bara heldur flinkir í því eins og allir öðru, menn gera það oft. Ég nenni mjög sjaldan að taka þessu umræðu, sko. Já, nákvæmlega. Hún er hundleiðileg. Já, þá bara sleppuðu henni. Já, hún er, ég held að hún sé engu til góð, sko. Landsbyggðin dettur oft í það að kvarta undan hinn og þessu, þú veist að liðin á höfuðborgarsvæðinu nenni ekki að koma og upp í turneringar af því það eru út á landi, en þetta er bara eitthvað sem við búum við og við kjósum að búa á þessum stöðum og þá bara lifum við með því og reynum að gera gott úr því, sko. En hvernig gengur svona eins og Egilsstöðum og í kring, hvernig gengur að vera með einmitt svona menntaða þjálfara og svo framvegis? Er nú framfæri á því? Þetta með yngurflokkum? Já. Það er erfitt, sko. Við erum, ég meina, tölum við deildina fyrir okkur, sko, þá er það náttúrulega, við búum ekki eins og mörg félög sem eru með langa sögu af því að vera með fyrrum leikmenn sem að fara svo í þjálfun eða eitthvað svoleiðis. Það er ofta erfitt að manna hjá okkur. Og við erum með leikmenn í þjálfun yngurflokka sem hefur kosti og eins skallað líka móti, sko. Þannig að þetta er, við reynum að gera það best úr þessu, en auðvitað myndum við vilja geta haft menntaða þjálfari á öllum flokkum og þessu starfni. Það er þá líka bara meiri kostnaður. Við viljum svolítið leggja upp úr að þetta sé skemmtilegt og krakkarnir leiti að koma í körfu og eins að reyna að halda kostnaðinum í eins lágum og mögulegt er vegna þess að við stefnum svona svolítið á að körfubolti sé fyrir alla hérna. Þetta er ekki bara þá sem að hafa efni á, sko. Nei, nákvæmlega. Nú komaði það ekki krakkar víða bara þarna allstaðar að austan. Þetta er náttúrulega svolítið, svona akstur og millið það ekki svona bæjarfélag til þess að æfa? Nei, það er nefnilega ótrúlega lítið, sko. Við þetta eru bara krakkar á austan. Það er kannski mjög jákvæmt núna, Bjarki Oddsson, fyrir þjálfari Þórs á Akureyri, hann býr nú á Eskifirði. Já. Hefur svona verið aðstofa okkur í meistaraflokknum eða aðstofa mig og hann er að byrja með krakkaæfingar niður á Eskifirði. Já. Það er miskilt að það fara ágætlega á stað, þannig að það er mjög jákvæmt vegna þess að við búum náttúrulega við það að þegar þessi krakkar eru kannski komið í menntaskólinn hérna á Egilsstöðum þá er ekki margir körfuboltakrakkar að koma, sko. Nei. Þeir leikmenn sem við höfum verið að sækja, þú veist, auðvitað, þeir koma að sunnan eða úr bara stærri félögum, sko. Myndirðu ekki telja gott fyrir unga leikmann sem er að byrja í framhaldsskóla og stefnir að því að verða atvinnumaður í körfuknattleik, jafnvel að fara bara þarna austur og læra svolítið að búa þarna eins og heimaust og fleira? Ég meina, sérstaklega viðkomandi leikmaður fær ekki spilatíma hjá sínu liði og við myndum sjá einhvern spilatíma fyrir hann hér og við erum með akademíu við menntaskólan sem er eftir mótnana og svo erum við með úlíkaflokk og meistaraflokk, þannig að við erum með næg verkefni og reynum að halda út í metnaðarfullu starfi, líklega eins og flestlið á landinu. En við svona höfum hort í það að við viljum hafa svona vissan kjarna af heimastrákum bara til þess að hafa svona, svolítið hjarta í liðinu hjá okkur og sækja okkur svo styrk annar staða frá og það hefur svona gengið ágætlega. Ég held að liðin sem við náðu, ég held að segja kannski nema í fyrra að við svona verið mjög vel samansett, sko. Það er svona, það hefur fungerað ágætlega hjá okkur. Við höfum náðu að vera að halda, gefa ungum strákum hérna frá Egilsstöðum tækifæri og það er svolítið svona markmið hjá okkur að þeir fái sénsinn ef þeir eru nægilega góðir og vinna fyrir því.
það náttúrulega ekki með að fá ekki neitt upp í hendurnar en reyna að halda endurnýjun. Við búum náttúrulega við það að þessi leikmenn að fara suður í háskóla. Ég meina við missum 2 strákar núna í uppaldar sem komið við gegnum allingulokkana suður í háskóla í haust, þannig að það verða töluverðar breytingar í liðin alltaf á milli ára sem svona maður vill reyna að forðast. Já. Það byggja á sama kjarna. En já, svona aðstæður, það mikið búið að breytast þannig að fara að þú að starnaði það ekki í yngri flokkunum? Jó, ég ætla að nefna að segja það. Ég er bara umgjörðin öll í kringum félagið og það fólk sem í stjórn, það er allt annað í gangi núna heldur en var á þeim árum. Þetta ég ætla bara að lefa mig að segja, ég kann mjög vel að vinna hérna og í því umhverju sem við erum að reyna að skapa vegna þess að það er duglegt fólk og metnaðarfullt í stjórninni og starfinni kring, þannig að þetta er alltaf hægt að gera betur og betur en þetta er líka fólk sem bara að læra en það er ekkert mikil körfubolta hefði hérna, þannig að það er bara eitthvað sem við þurfum að vinna á og það er allir að læra og vilja gera sitt besta og ég held að með svoleiðis metnaði og hugafæri þá kannski náum við að búa til aðeins meiri sögu og verða betri á endanum. Nákvæmlega. En já, svona með hvernig fyrstdeildin hefur farið að stað, það má segja að þetta verður svona lítur út fyrir að vera jafn deild. Það var verið að segja það fyrir tímabili að já, þið og Fjölnir væru svona sterkastir en þegar maður horfir yfir svona fyrstu 4-5 umferðina þá lítur þetta út fyrir að vera svolítið jafnar en maður bjóst við. Já, það er kannski rétt hjá þeir. Já, Valsmenn var núna undir spáð fyrir ofan okkur í þessu, þannig að og það tala margir að þetta sé eitthvað 3-4 mót en ég meina við sjáum bara úrslitum kvöldsins að FSU vinnur Val 94-90 og ég ætla bara að segja að það komið mjög óvart en það getur allt gerst í þessu sko. Það er, já, við erum greinilega strax svo upp að alltaf kroppa svolítið í stig á hvort öðru, þannig að það er bara skemmtilegt sko. Áður en ég grípið inn í Dóminusdeilda umræðu þá verði ég að spyrja þig, það er búið að vera svolítið umræðu kvennaboltan hérna upp á síðkastið. Hvernig eru ykkurir að æfa körfubolta þarna fyrir austan stelpur? Já, við erum með margar stelpur eða svona tiltölulega margar í svona 1.-5. bekk. Já. En fyrir ofan það er mjög lítið. Það var einn þjálfari áðan hjá Fjölni í handboltanum sem kom inn á það að hann teldi það ástæðan fyrir að stelpur hætti fyrir en strákar í íþróttum að það sé væntanlega bara út af að vanti hvatningu heima fyrir. Ertu sammála því að svona, þegar stelpa segir kannski 16, 17, 18 og hún ætla að hætta þá kemur ekki þessi stuðningur og meðan strákurinn segir það þá er sagt við hann halda áfram? Já, það kannski ágætis kenning sko. Ég er nú svo sem ekki kynnt mér það að vera mikið inn í því. Ég hef sjálfur eiginlega ekki þjálfa stelpur í hérna á mínu þjálfararferli, þannig að ég hef svo sem ekki mikla reynslu á því. Nei. En við höfum verið að reyna að halda úti að minnstu kosti 2 stelpuflokkum sko, svona eldri og yngri hóp. En við erum, já það er eiginlega bara yngri hópun sem er mjög virkur í okkur núna sko. Já. En vonandi horfður þetta betri vegar þegar það er eldast og koma fleiri bara í yngri hópana og við náum að tengja upp en við höfum aldrei verið með meistarlokk venna hérna. En já, þú horfir aðeins til Dóminusdeilda karla, hvernig hefur það horfið á þig núna þetta tímabil? Er eitthvað sem kemur þér óvart? Nei, það er nú svona lítið sem maður hefur komað óvart svona til þess að byrja með sko. Kynum að kannski yfirbyrðu káringa á þess að Pavel, Jón og Kanni hafi verið með í þessum fyrstu leikjum sko. Þannig að það vantar svona kannski samkeppni á móti þeim bara helst? Já, það voru allir sem töluðu rosalega mikið Tindastól þarna í undirbúningnum og í hérna þessum Dóminus þætti þá var nú talað um að þeir myndi vera deildarmeistarar. Ég er nú ekki að sjá það mér sem hvernig þetta fer að stað en
KR og Stjarnan virðast vera með sterkustu liðin sko. Og svo er þetta svolítið pakki, þetta svona sem er skemmtilegt að fylgjast með þessu, það er að skipta allir leikir miklu máli núna svona til að byrja með sko. Já. Grindavík hefur kannski komið mér mest óvart með að byrja á þessum sigrum og þá sérstaklega þegar þeir unnið Þórir Þorláksson. Það var eitthvað sem maður sá alls ekki fyrir. Nei. Sko veit maður svona ekki hvað Keflavíkurliðið gerir þegar Hörður Axel er farinn. Það skiptir miklu máli fyrir þá. Ég held að þessi deild verði tildulega tvískipt svona þegar það líður á. Já. Það verði þarna svona, já, 5 lið sem að verða í efri hlutanum svona tildulega langt á undan og svo verði svona bara á þeim sæti í úrslitakeppni og 1 fallsæti. Já. Ég held að því miður þó maður, það er leiðilegt að segja að góð vinur minn Ingi Þór að hann sé bara að berjast í vonlausu verkefni í Kallgreiði sko. Já. En það er allt hægt. Trúin flytur fjöll og allt það sko. Já. Þú kannast nú með það var erfitt tímabili fyrir hjá Hetti í dómaradeildinni en nýjafni leikir hins vegar. Já, það var. Allar að fara að minna mig á það aftur, já. Nei, við skulum bara sleppa. Jú, ekki það. Já, ég meina við höfum mjög gaman að þessu tímabili fyrir og ég ætla að leyfa að segja að þetta var bara mikill lærdómur fyrir félagið sko. Þetta var í annað skipti í sögu félagsins sem við komumst upp í efstu deild og höfum fallið beint niður aftur í bæði skiptin og við höfum mikla löngun á að fara upp aftur og láta reyna á það. Ég held að við höfum lært hansi mikið og leikmennir sem að svona voru flestir svona frekar reynslu litlir í efstu deild og þjálfarinn sem þú ert að spjalla við, náttúrulega algjörlega reynslu sem aðalþjálfari í efstu deild, þannig að það var svona margt sem við lærðum af þessu. Við töpuðum mjög mörgum leikjum. Við minnum að vera 8 leikir sem við töpuðum með 5 stigum eða minna og í framlengingu. Já. Þannig að það er svona, það vantaði ekki mikið upp á en við vorum bara einfallega ekki nógu sterkir og ekki nógu snjallir þegar á svelli var komið sko. Þetta náttúrulega jákvæður svo að við fórum ekki í eitthvað kaupæði og eitthvað svoleiðis sem að skildi ekki neitt eftir sig en það náðu að sækja reynslu í þetta og auðvitað reyndu við og allt það en það var erfitt að styrkja liðið þegar á reyndi en það er mikil reynsla sem að verður eftir svona tímabil og bæði á mér og leikmanni. Ég var skáður að fyrstum aðra viðurkenna það, ég hef gert 1000 mistök á þessu tímabili og þau eru bara lærdómsrík og vonandi gerir manna betri þjálfara í staðinn sko. Það er einmitt það sem við þjálfara bara gera, þau gera mistök og læra þeim, en svona í lokin... Það var ekki rekinn. Já, það var ekki rekinn, nákvæmlega. En svona í lokin er að sleppið, þú ert sjálfur núna að leika í fyrstdeildinni á nýja leik, þú virðist bara í toppformi með tölfræðina þína. Já, maður haldur með svona. Já. Nei, já, þetta fór ágætt að staða sko, þegar maður horfði stiga sko, þá hitti ég vel í fyrstu 2 leikjunum en svo það er svona aðeins farið niður en það er ekki, við erum að vinna leiki og liðið að svona manni finnst að verða betra og betra þannig að það er nú bara það sem maður horfði í alveg saman hvort að ég sé inn á vellinu með að skora boltanum með einhverju aðri sko. Ég held að okkar styrkleiki ásýð það við erum til að marga leikmenn sem geta lagt þú veist eitthvað á plógin, þú veist, stigalega, þú veist, frákvæmstalega og varnarlega, þú veist, það er ekkert, ef það er einhver sem á svona ekki sín besta daga, þá er aðri sem geta stíði. Ég er svona alltaf svona leifa mér að henda þið fram, ég held að við höfum ekki haft svona breytt, ekki það að við séum með einhverja 12, 14, 16 menn sem er eitthvað allir frábærir en ég held að við höfum ekki haft svona þéttan hóp tíman hópa áður í fyrstdeildinni sko. Ég held að það sé styrkur fyrir okkur að við erum með marga og það hefur gert í fyrstu leikjunum að ef einhver er að detta niður í stigaskori eða hitta illa þá kemur hann upp og við þurfum bara svona þess að
læra að nýta okkur það sko. Svona lokinu að sleppið, það er hérna reyndar spurning hérna inn á sportþáttinn. Það verið að tala um það að þú hafi spilað með Hamar og Laugdali á sínum tíma. Hverjir voru stjörnur þessara liða á þeim tíma sem þú spilaði þar? Spyr hérna. Já, á hvorum hefur við að byrja? Það var bara að byrjum á Laugdalum, er það ekki bara? Já, það voru enga stjörnur þar. Nei? Já, það er þá ekki nema heimsmeistarinn í skeiði, Bjarni Bjarnason. Það var hann með skemmtilegri liðsfélögum sem maður hefur spilað með í gegnum tíðina sko. Já. En það var nú, það var skemmtileg tímabili. Það var bara þegar við varum í íþróttakennarskólanum upp á Laugarvatni. Þeir komust upp í fyrstdeildina og við tókum slægin þar, já, svona flestir sem voru í skólanum, þannig að kannlausir, það var ekki mikil gæði og svona margt sem vantaði upp á, en gaman að því sko. Það var skemmtilegur hópur, en það var ekkert gott körfuboltalið, langt því frá. Þannig að íþróttafræðin hafi verið komin hérna inn í liðið? Já, það var strákar á menntaskólanum og íþróttafræðin sem voru þarna og eins bara í sveitinni. Það var gaman að prófa það, en það var svona svolítið öðruvísi. En úr Hamri, hvað stjörnur voru með þið þar? Já, þar spilaði með mörgum skemmtilegum strákum sko. Það var náttúrulega, þetta var á þeim tíma sem að Lalli Jóns, sjálfur Breiðabliks, Svavar Páll og Marvin voru svona hjartað í þessu liði og voru búin að vera mjög mörg ár. Já. Það var, og Hamarsliði það var eiginlega smá niðursveiflu þarna þegar ég kem þarna. Það hefði ekki bara verið áhrifin frá mér, ég veit það ekki. Þeir voru búin að vera góðir, fóru bikarúrslit árið áður en ég kom þarna og svo er náttúrulega þjálfari skipti til að stemma því tímabili sem fyrir árinu mínu. Þegar Pétur Ingvarsson hætti og Ágúst Björgvins tók við. Já. Það var svona, það var skemmtilegi tímar og kynntist góðu fólki í Hveragerði sko. Já, ég hef gaman að fara þangað, við fórum og spilum þar daginn og alltaf tekið vel á móti manni. Við erum farað aftur þangað eftir 2 vikur í bikarnum. Já, það er ekki verra. Þar er þú að heimavellið eða ekki? Ég kann ágætlega við með hana. Já, nákvæmlega. Gaman að fara þarna, hitta meistara Lalla og þessi snillinga. Viðar Hafsteinsson, þjálfari Hattar, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hafa það sem allra best og gangi ykkur vel á leiktíðinni. Við heyrum síðan meir. Takk sem leiðis. Takk fyrir. Já, sportþátturinn að venju komin langt yfir dagskrá, minni á næstu leiki sem framöndan eru í körfunni og fótboltanum og handboltanum inn á HSI, KKÍ og KSI.is. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.